er meira en að segja að komast í hóp 12 bestu liða fyrir svona fámenna þjóð. Og þær voru svo sannfærandi. Þegar sögðu mér að þær ættu raunverulega möguleika. Svona þegar ég kom inn á völlinn og það var með frekar bröðu. Ég hef aldrei skilið hvernig þessi leikur fór fram. Ísland sendi kvennalandslið í fyrsta sinn til þátttöku í undankeppni stórmóts í knattspyrnu fyrir Evrópumótið 1984. Ísland tapaði 5 leikjum af 6 en fyrstu skrefin voru tekin. Knattspyrnusamband Íslands ákvað að hætta þátttöku kvennalandsliðsins í Evrópukeppni árið 1984 við mikla óánægju landsliðskvenna sem söfnuðu á 3.000 undirskriftum til að mótmæla þeirri ákvörðun. Það var fjárskortur fyrst og fremst sem voru tilgreind sem aðalástæðan. Þetta var reyndar ekki eina landsliði sem var lagt niður á þessum tíma. Það voru fordómar hér áður fyrir gagnvart konum í knattspyrnu og svona minni skilningur hjá samfélaginu, hjá foreldrum og öðrum. Eftir undankeppnina fyrir HM 2007 lét landsliðsþjálfarinn Jörundur Áki Sveinsson af störfum og KSÍ ákvað að ráða reynslulítinn þjálfara í hans stað, Sigurð Ragnar Eyjólfsson. Þetta var mjög óvænt ráðning á sínu tíma og vakti dálítið furðu, það er satt best að segja. Hins vegar náði hann strax mjög góðum tökum á þessu og studdist það að sjálfsögðu við frábæran aðstoðarþjálfara sem hann hefði séð við lið Guðna Kjartansson. Þessi samsetning á þessum unga og metnaðarfulla þjálfara með þennan reynslu bolta með sér var ákaflega góð. Ég hafði alveg skoðanir á liðinu og hafði mætt mér um alla heimaleiki liðsins í einhver ár og kona mín spilaði í fótbolta með Val og fleiri liðum og mér fannst þetta bara frábær áskorun líka og spennandi að fá að taka við A-landsliði. Ísland átti draumabyrjun í undankeppninni fyrir EM 2009. Eftir 3-0 sigur á Grikkjum í fyrsta leiknum vannst frækinn sigur á geysisterku liði Frakka á Laugardalsvelli. Við erum búin að liggja eiginlega með 10 manns inn í teig held ég allan leikinn og náum að lauma marki í seinni hálfleik sem var mjög skemmtilegt og það var svona stærsti sigur okkar. Flautaði nú. Já, það var flautað að búið. Íslenska liðið einhver sigur, frábær sigur. Þessi Frakkaleikur heima var alltaf 3 mikilvæg stig en hann einhvern veginn markaði rosalega mikið upphæfurinn af áhuga almennings á kvennalandsliðinu finnst mér persónulega. Man fann það bara hvernig samfélagið vaknaði með og bara hvað sýndi meira áhuga bæði í fjölmiðlum og bara aukning meðal iðkenda í yngri flokkum og þannig að það var mikil vakning þetta sumarið. Sigurinn vakti verðskuldaða athygli og var til þess að ráðist var í gerð heimildarmyndarinnar Stelpurnar okkar. Ég var þá að vinna í Kastljósi og ég var sendin á Laugardalsvöll sem var náttúrulega algjört martraðaverkefni fyrir mig sem hafði engan áhuga á fótbolta og þær voru svo sannfærandi. Þegar sögðu mér að þær ættu raunverulega möguleika á því að komast á Evrópukeppnina eftir þennan leik vegna þess að þær voru búin að vinna stærsta og erfiðasta andstæðinginn. Svo var spilað við Serba seint að kvöldi nokkrum dögum síðar og þá var sett glæsilegt aðsóknarverð 6.000 mann sem komu á leikinn. Það var bara beina afleiðing af þessum sigri af flokkunum. Við erum að hita upp fyrir leikinn og þá kemur liðin sem vinna á skrifstofunni hjá KSÍ og tala við mig út á völl og segir, heyrðu, það eru mörg hundruð manns í biðröð fyrir utan völlinn og við svona, fengum sjokk og það aldrei gerst, sko. 5-0 sigur í uppsiglingu. Þá flautar Dagmar Dankova til loksloka. Stórsigur íslenska liðsins af Serbum 5-0. En eftir sigurinn á Serbum var stelpunum kippt niður á jörðina með óvæntu 2-1 tapi í Slóveníu. Ég man alveg vel eftir því að ég fekk til dæmis mjög góð færi í þessu leik sem ég á góðum degi og flesta dögum klára. Þannig að ég tók Slóveníu-tapið alveg mjög mikið inn á mig. Þær urðu svo brjálar og þær urðu svo raunverulega vonsviknar. Og þessi vonbrigði voru ekki bara svona eins og maður verið pirraður þegar manni tekst ekki eitthvað. Þetta var svo djúpstætt. Og hvernig það grenjuðu og blótuðu og voru óviðraða hæfar í marga daga eftir. Hvað klikkaði hjá okkur, stelpur? Lögðuð þið okkur fram? Já, mér fannst það. Og hvað klikkaði hjá okkur í vítinu?
Frammistaðan í heild sinni í dag var ekki nógu góð. Við tóku öryggi sigrar á Serbum, Slóvenum og Grikkjum og svo fór að Frakkland og Ísland leikur hreinan úrslitaleik efsta sæti í riðlinum og beinan þátttökurétt á EM. Skrítið staða fyrir Ísland að duga jafntefli. Við lendum undir snemma í leiknum án svo skora eftir fast leikadrið. Okkar lið var mjög sterkt í þeim. Á endanum þá töpum við leiknum 2-1. Og maður sá bara leiknum brotna þar niður og gráta og mikið vonbrigði. Frakkar urðu í efsta sæti og tryggðu sér farseðilinn á EM en Ísland þurfti að fara í enn eitt umspilið gegn Írlandi. Fyrir umspilsleikina þá var alveg ljóst að Þóra hafði fengið einkyttusótt og var frá og mátti ekkert verið í fótbolta. Guðbjörg var líka meill og þá vorum við 2 aðra markmenn, Söndru Sigurðardóttir og hún hafði bara spilað í 1 landsleik og svo María Bjáksdóttir sem hafði hætt í fótbolta og okkur fannst í svona mikilvægum leik að við yrðum að hafa reynslu mikinn markmann. Þannig að María stóð vaktina í báðum þessum leikjum. Þrátt fyrir kannski nokkur mánuðum áður var hún markmann númer 4. Ég taldi að ég alla möguleika að fara áfram þarna. Við ætlum okkur bara að ná marki á útvöldi sem mjög mikilvægt í svona leikjum og við náðum því strax þarna á fyrstu mínútu leiksins. Og þær einhvern veginn óþarflega komist inn í leikinn og náðu jafna og héldu lífi í þessu umspili fyrir seinni leikinn. Siggi Raggi var mjög duglegur til dæmis að vera með alls konar vídeó fyrir leiki og það sem foreldrar okkar voru að hvetja okkur áfram og mér minnir einmitt í sama vídeó að hann fengið Óla Ragnar Grímsson, forseta, til að tala til okkar og þá einmitt talar hann strákana, handboltastrákana. Það sem við höfum kallað strákunum okkar, landsliðinu í handbolta sem á undanförnum áratugum hefur gert garðinn frægan. En það skemmtilega er að við höfum líka eignast stelpurnar okkar. Það var mjög gaman og vakti upp mikla tilfinningar hjá okkur leikmönnum og hvatt okkur til daga. Seinni leikurinn fór fram í Nístingskulda í Reykjavík að kvöldi 30. október 2008. Aðstæður á Laugardalsvelli buðu tæplega upp á knattspyrnuiðkun. Þær voru satt að segja ekki boðlegar. Völlurinn var bara frosinn og hættulegur. Og það hafði snjóað og völlurinn Laugardalsvöllur var bara hvítur og það þurfti fullt af sjálfboðaliðum til að koma og moka völlinn og svo fraus. Þýski dómar lokuðu salnum í klefa. Sagðist vera vanar að dæma í kulda og við heldum að vera nýbúin að dæma í Moskvu. Það var aldrei bilbugur á þeim, sko. Nema þar báði okkur með að lána sér vettlinga. Og ég bara verði hreinskilin að segja það að ég hef aldrei skilið það hvernig þessi leikur fór fram. Þetta var ekki einhver fancy fótbolti. Þetta eru íslenskar aðstæður, íslenskt veður, íslensku völlur, íslenskir áhorfendur og þetta var íslensku sigur. Svo man ég að þarna var þegar Ásta Árnadóttir var að taka sér löngu innkast. Það var mókuð braut fyrir hana, innkastbraut, sem eins og flugbraut. Hún rennur hérna á hausinn í miðju hoppi. Þetta var svona dæmi minna leika, það voru allir einhvern veginn á hausnum út allan völl. Ég var á kameru þarna á hliðarlínunni og maður bara rann til, það var ekkert hægt að ganga á þessu, sko. Og hér Dóra María! Það var ekki fyrir við náðum inn öðru markinu. Flutningi fyrir Róskapir! Manni fór að líða svona aðeins betur og við verðum aðeins rólegri líka eftir það manni. Seinna markið var kannski aðeins laglegra, það væri stungu sendi eitthvað fyrir og vinnum stöðu fyrir framan á okkar manni. Dóra María! Ísland! Fyrir Ísland! Ísland er komið í úrslitakeppni Evrópumótsins. Bara geðveikt, þetta er bara geðveikt, við erum komnar loksins á EM og bara fyrir íslensku þjóðina og bara hvernig fótbolti heild sinni, bara yndislegur dagur. Ég sagði, ég er orðlaus, ég tárast um völlinn, ég bara, ég er búin að vera í þessu í 1000 ár og ég bara, ég á ekki orð, þetta er bara yndislegt. Kvennalandsliðið hefur brotið blað í íslenskri íþróttasögu. Þetta var í annað sinn sem íslenskt hópíþróttalið komst í lokakeppni stórmóts og það hafði aðeins karlalandsliðið í handbolta afrekað til þessa. Það má segja að hafi brotið ákveðin ís þarna. Það hefur verið svo lengi, það vantar alltaf þennan herslumun.
barátta þessi liðs var ekki bara að komast á Evrópumeistaramót. Þetta var barátta viðurkenningu á því að vera stelpa í fótbolta. Þetta var barátta við KSÍ. Þetta var barátta við kallana sem hefur stjórnað þar. Allt liðið var rosalega ánægt að ná markmiðinu þarna. Og þetta var rosalega flottur dagur, eftirminnilegur og eitthvað sem maður gleymir aldrei, held ég. Hann var alveg svakalegur á sinni tíma, Bjarni, í sinni grein. En hann kom öllum á óvart. Það voru ekki margir að fylgjast með honum. Bara svona frá gullinu. Kom alltaf þannig til leik sem ég var að keppa, ég ætlaði að vinna. Alveg sem hvað það var. Bjarni Ásgeir Friðriksson fæddur árið 1956 og 24 ára keppti hann fyrst í júdó-ólympíuleikum en það var í Moskvu árið 1980. Eftir að hann fékk þátttökurétt á Ólympíuleikunum í Los Angeles 1984 ákvað Bjarni að vera eins vel undirbúinn og hugsast gæti fyrir leikana. Hann var aldrei fyrir það síðar sem ferli verið í að góðu formi sem hann var þarna, bara líkamlega. Við hafðum mikið niður í Borgartúni, það var Finn heitinn og þar lyftum við og svo tókum við svona útsökumæðingar eða tæknæðingar á 4 fermetrum, 4 dýnum sem við fengum að hafa þarna og þá voru oftast slást við gamla lýsingamenn eins og Jón Pál heitinn sem við fengum að taka á okkur. Einu sinni þá létum við Jón Pál halda Bjarna kúlunum. Bjarni losa sig frá honum, hann skildi það ekki en Jón Pál hvernig hann fór að þessu. Og líka þá átti hann taldi nú að það var lítið mál að losa sig frá Bjarna. Og Bjarni hélt honum, það gekk ekki. Þó hann væri að stunda sína íþrótt heima, að þá held ég að enginn hefði gert sér grein fyrir hvað hann var góður. Kalda stríðið stóð enn yfir og af þeim sökum höfðu Bandaríkjamenn sniðgengið Ólympíuleikana í Moskvu 1980. Rússar ákváðu því að gjalda í sömu mynt og mætti ekki á leikana í Los Angeles 1984. Öryggisgæsla var mikil í Ólympíuþorpinu og andrúmsloftið gat verið þvingað. Þetta í mínum huga skemmtilega snóð sér nóttin að vera og einmitt út af þessu andrúmslofti, það var ekkert, fannst mér, svona engan neikvæðar bylgjur. Eina sem var, þetta var dálítið eftirlit, inn út í þorpinu og allt það. Þannig að við tókum þann hátinn á með æfingar að við gátum nýtt okkur aðstöðu sem að var fyrir wrestling, sem bara í þorpinu nánast, þannig að við fórum mjög lítið út fyrir þorpinu. Íslenski flokkurinn taldi 30 keppendur á Ólympíuleikunum í Los Angeles í 5 mismunandi íþróttagreinum. Það er mikið verið að fylgjast með frjálsíþróttafólkinu. Ég man ekki eftir að það hafi nokkurn tímann talað að við gætum eitthvað í júdó. Ég held að í fjölmenn hafi verið allur á einhverju öðrum greinum. Það var einn íþróttafræðamaður sem var á mótinu. Ég held að það sé alveg hægt að segja að það var ekki búist við neinu í júdó. Bjarni átti að standa sig mjög vel á Norðurlandamótum og Evrópumótum, en ekki það að menn gætu gert það en inni til veluna. Við vorum að borða pizzustað, þetta var pizzustað og voru pizzu. Og Einar Viljánsson satt til hliðina á mér, Sigga Einars líka held ég, og fleiri. Ég var heldur bara tildur og nýbyrjaði að smaka bjór, Og pizza var mjög sterk og ég fekk mig eitt sólabjórnum, svo hann var gullið. Svo voru bara spjalla og svona, svo fæði mamma svo bættist þetta sérna. Þarna var silfrið. Svo ætlaði að með hann þriðja, þá tók Einar í endanum, ekki meira Bjarni, ekki meira. Þetta er ekki lygi, Bjarni keppti í -95 kg flokki og fór keppnin fram 9. ágúst. Bjarni mætti Dananum Karsten Jansen í fyrstu umferð, en þeir höfðu áður mæst á Norðurlandamótum. Það var alveg glíma sem ég kannski kveðmest fyrir. Við vorum að glíma oft saman, Ég sagði svona 50-50, sigrarnir. Þannig að þetta fyrsta glíma er alltaf erfiðust og þá fá hann strax það fótt mjög afleitt. Og þetta við geta farið á kodvegi sem var, sem betur fyrir þannig Bjarnanum og Skellanum á upp á. Ég heyrði í kringum mig, menn voru að spyrja hvaða maður þetta, hvaðan kemur hann. Hafðu ekki heyrt á honum áður. Fannst hann